Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Ég að fara að hlusta hérna á hagyrðingamót í Valaskjál sem verður fyrirferðað mikið í þættinum í kvöld. Þar fóru margir góðir hagyrðingar á kostum. Þar voru beittar sumar vísurnar en líka skemmtilegar. En við ætlum líka að breiða okkur niður í Neskaupstað, förum yfir Fagradal og gegnum Breiðafjörð og Eskifjörð og yfir Óskarsgöngin og síðan til Neskaupstaðar. Þar hafa menn staðið í ströngu að undanförnu við að undirbúa landsmót öldunga sem hófst nákvæmlega klukkan 8 í morgun. Klikkaði ekkert þar með tímasetninguna. En við byrjum á hagyrðingamótinu eða hagyrðingakvöldinu sem haldið var í Valaskjál. Nú það er kannski rétt að kynna hagyrðingana því að bæði þeirra persóna og þeirra umhverfi er svolítið svona skotspotn í vísnagerðinni. Nú fyrstan vil ég telja Stefán Boga, héraðsmanninn, heimamanninn. Nú reyndar fæddur og uppalinn við Jökuldalinn og á ættir þangað en hefur lengst að búið á Egilsstöðum, er þar í bæjarstjórn fyrir Framsóknarflokkinn, rétt að taka það fram. En honum til hliðar situr síðan öryrkinn frá Gunnarsstöðum í Þistilfirði, Jóhannes Sigfússon. Hann er kallaður öryrki vegna þess hvað hann er ör. Hann er svo fljótur að yrkja, þetta kemur bara 1, 2, 3. Og það er eins með Friðrik Steingrímsson sem situr honum til vinstri handar, Þingeyingur og talinn hafa svolítið þrýstilótt fyrir vikið. En það kemur meira sér til umræðu að Friðrik hefur mörg undanfarin ár verið baðvörður í jarðböðunum við Mývatn en er hættur því og mér skilst hann sé núna farin að keyra trukka. Nú síðastan skal telja en ekki síst Andrés Björnsson sem er kominn úr Borgarfirði eystra og sá getur nú verið fljótur að setja saman ferskillu. Nú stjórnandinn er svo Kristján Magnússon úr Vopnafirði, sagði svona gamanmál en hann getur líka ort og skaut aðeins á sjálfa hagyrðingana ef þeir lét ekki vel að stjórn. En nú held ég að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Við bregðum okkur í Valaskjál og fylgjumst með því sem þar fór fram. Þetta skýrir sig nokkuð sjálft. Þó sé öllum Kristján kær, kannski fyrir borgun. Það sem hann ekki gerði í gær, gerir hann varla á morgun. Ég gerði heiðarlega tilraun til þess að spyrjast fyrir það hvað þessir hagyrðingar gerðu eða hefðu fyrir stafni. Ég leitaði til manns á Borgarfirði og spurði hvað Andrés gerði og ég fékk þau svör að hann væri hjálplegur við laugu, við búskapinn, einkum miðandaginn á sauðburðinum. En hann tefði jafnmikið fyrir henni á nóttunni svoleiðis að það kom út á sléttu. Borgarfjörður eystra er yndislegur staður. Fallega hann sómir sér, sjáist ekki maður. Það er nú gjarnan talað að það séu þar einhverjir sem ekki sjást. Þar huldu fólkið bjó sér ból sem brátt var orðin klíka. Og líkt og álfur út úr hól er Andrés svo sem líka. Ég þurfti að fara á sjúkrahús í haust og það var tekið smá mein úr ristlinum á mér sem er nú ekki frásögurfærandi nema það að daginn eftir aðgerðina þá komu 2 hjúkrunarkonur til mín á stofuna og spurðu hvort ég hefði prumpað. Mér kom nú spurningin á óvart en ég gat svarað játandi og meira segja lofaði mig að heyra og finna lyktina. Og þær fögnuðu þessu mjög. En heima hef ég aldrei orðið var við nein fagnaðarlæti. En svo fór ég nú að tala þetta við einhvern og hann sagði að skýringin myndi vera svo að þessari hjúkrunarkonur væru úr Mývatnssveit og þeim hefði fundist væru komnar heim þegar þær heyrðu loftþrýstinginn og fundu lyktina.
lyktina þar leggur slíka að lífvænt þarna gerist vart og bara að Friðrik búið það líka bætir gráan og svart. Að megi hann fara á mót að rýma, Mývetningar liggja á bæn, skreppur hann burt í 10 tíma, túnin verða óðagræn. Já, þarna var þetta með náttúrupassan, ég ætlaði bara að byrja á þessu strax, sko. Ég sá nefnilega að hafa verið að leggja fyrir okkur gildru og ég ætla ekki að láta plata mig. En ég þykist vita hvernig þetta verður hérna hjá einhverjum af hinum, sko. Nú læt ekki leika neitt á mig meira, af léttið ekki fæst ekkert nema tap, en hér eru fleiri og nú fáum að heyra, Friðrik verður með dónaskap. Ég segi bara eins og svo það stendur. Græðgin að drepa þá ég þetta segi satt og sálfræðingar ætlu bara að fá sér. Ég gera með þá tillögu að þeir taki þennan skatt og tróða honum upp í, þú veist, á sér. Ég vissi það. Má ég aðeins fyrst? Já, gjörðu svo vel. Það tala að Friðrik væri búinn að skipta starf. Starfið nýtt sér Friðrik fær, frúrnar við hans skildi. Hann var búinn að baða þær betur en hann vildi. Þeir eru búin að vera að þvæla hérna vinnuna mína fram og tilbaka og virðist ekkert viti í ykkar haus. Ég veit ekki annað en ég er bara að skýra þetta almennilega. Vinnu nýja víst ég fékk sem virtist geðið hressa og úr jarböðurum glaður gekk og gerist trukkalessa. Furðulegt framlag þitt, furðar mig á þessu. Varla áður hef ég hitt, hallærislegri lessu. Oft mér konur stundir stytta, stóran hafa sexafíl, en mér langar lítt að hitta lessu inn í vörubíl. Í sannleika ég sagt get þér og segðu þínum vinum að trúlega megi treysta mér en tæplega þeim hinum. Og ég hef aldrei heldur skilið þetta með listamannalaunin. Með launin þessi lítið gekk, listum til að fagna mínum, þau Ingunn Snædal aðeins fékk að því hún líkist pabba sínum. Ég held þau séu hálfgerð smán. Ef hátt þau virðast slíkum kvöðum, þeim launum frekar lifi ég án en líkjast við á Skjóldarstöðum. Það svona eftir að ég lít hérna mér á vinstri hönd og sé þessu menn og hef heyrt hvað þeir hafa að segja, að þá hvarflar þetta svona að mér. Það læðist að mér lúmskur illur grunur, lít ég þá sem hér á sviði þinga, að ég sé hér sem skraut og skemmtimunur og skotspót fyrir góða hagyrðinga. Stefán Bogi brattur búinn þess að veita svar. Það pund og príði hér að páfagauki framsóknar. Fljótsdalshérað frábært svæði. Friðsæld ríkir þar engu lík. Menn stefna þangað og stoppa í næði ef Stefán Bogi í Reykjavík. Oft ég sá þar skúra ský, skafbil eða róku. Fljótsdalshérað finnst mér því fallegast í þoku. Nú, Hjörtur vinur minn Kjerúlf úr Fljótsdalnum sem náði að mynda Lagafljótsorminn á sínum tíma, þetta þykir sannað, meira að segja sannleiksnefnd sem sett var á laggirnar á sínum tíma. Hún komst að þeirri niðurstöðu eftir mikla íhugun og yfirvegun og rannsóknir að þarna færi Hjörtur með rétt mál. Þessar myndir sem hann náði væru í raun
af Lagarfljótsorminum. En þrátt fyrir þessa niðurstöðu sannleiksnefndarinnar þá þurftu nú hægriðingarnir endilega að skjóta aðeins á Hjört. Þetta náttúrulega stendur mér nú aðeins nærri. Ég var nú formaður í sérstakri sannleiksnefnd Lagarfljótsormin sem komst að niðurstöðu þetta mál. Þannig að ég ákvað að færa sessunöndum mínum og ykkur öllum í heimsalinn hvernig þetta er. Hér þarf ekki að velkjast í vafa. Menn vita það hvað menn hafa. Í fljótinu kalda menn ferlíki halda sem hjálparlaust kann vel að kafa. Á Hrafnkelssstöðum hjá Hirti, húsbóndinn stóð og sig girti. Við bakkann þar lá hann og bóndinn þar sá hann og brosti svo snögglega birti. Á myndunum mikið hann græðir, við margs konar spekingar ræðir. Það útlendu sálir á erlendu máli undur Fljótsdalsins fræðir. Og við þetta vel megum búa og vita hverju skal trúa. Þetta alfarið sannað að efast bannað, því Kerúlfinn kann ekki að ljúga. Voru ekki það orminn? Jú. Já. Já, ormurinn eflaust til. Eiga það sko máan. En eitt sem ég aldrei skil, aðeins líknir sjá hann. Að syndamót straumnum var sýnilegt baks. Hann sást kannski tæplega hálfur, en þegar hann leit upp, ég þekkti nú strax að þetta var Hjörtur sjálfur. Feikileg lengdin var furðuleg sjón. Það finnst mér ég útskýra verði. Á eftir sér dró hann þá Jósep og Jón og Jóa í Brekkugerði. Í örvænting buslaði hann eins og hann gat, því ekkert hann kunni að synda, en uppi á bakkanum ormurinn satt, atburðin var hann að mynda. En Hjörtur vinur minn var alveg með það á hreinu þegar ég ræddi við hann á sínum tíma að þetta væri allt saman sannleikanum samkvæmt. Og hann var alveg klár á því hvað hann ætlaði að segja við prestinn sem var í sannleiksnefndinni ef hann spyrði sannleiksgildi myndana. En ég hafði hugsað mér sko að ef að presturinn færi að bera eitthvað brigður á þetta, hvað ég hefði séð, þá og tilvist ormsins hefði nú öll byggst á sögusögnum en menn hefði tröðlega séðan, þá ætlaði ég að spyrja prestinn sko, trúir þú ekki að Guð? Hefur þú einhvern séð hann? Jó, Stefán Bogi var nú eitthvað að spyrja hann, þekkti nú ekki til hvernig þetta væri þarna. Veitum við, okkur faðmar eilíft vor, eilíf sigur ganga, en framsóknarmenn féll úr hór á föstudagi langa. Fyrsti fjörður þykir fagur, þar mannlíf nokkuð spes, telst þar alltaf dýrðar dagur dragnist burtu Jóhannes. Við segjum til dæmis Þistilfjörð. Ábatinn mun ekki dragast, allra hagur vænkast fer og mannlífi til muna lagast meðan Jóhannes hér. Gerist lífið gullsins virði, gæti varðað þjóðarhag, því fólki í Þistilfirði þakklátt fyrir liðinn dag. Góða hesta, víp og vín var mér áður gefið. Núna aðal íþrótt mín að taka í nefið. Til íþrótta hér allmargt telst iðka kempur slíngar, en það sem upp á held ég helst heitir bjórlyftingar. Hestavísur Andrés gátur hvað, kann ég ekki að dæma mikið hérum.
En ef hann væri hestur held ég að hann hafður væri girðingu hjá merum. Stefán, Bogi, hvað heitir nýja ljóðabókin aftur? Brennur. Ha? Hún heitir Brennur. Brennur, já. Ljóðastaglið stöðugt nær og Stefáni Boga rennur, á hann næstum efni í 2 áramótabrennur. Af því að ég í golfi, að flestir þeir sem að spila með og keppa við, að þeir leika venjulegt golf. En ég leik svona, það er kallað elskvöðugolf. Ég hef forleikinn langan, áður en að kúlan fer í hóluna. Já, ég var nú búinn að heyra golfsögur af Kristjáni. Í golfið hér gjarnan menn skreppa og gaurinn fús til að keppa og kókröstur hlóan kúlunni slóan af krafti í kyrstaðan jeppa. Með harmoníkuleikarana, enga tónlist með tíumæður og mér til hæða bendir ef harmoníku þenja þeir þokkalega kenndir. Sagt hef ég áður og segi það enn, mér sýnist þeir flestir vera háaða samir og handóðir menn sem hafa ekki neitt að gera. Já, þá ætla ég nú að segja við Andrés, af þeim sagan öll góð annað þó þú bullir og til sóma okkar þjóð edrú jafnt sem fullir. Já, mér finnst ég hafa verið svolítið svikinn í þessu vegna þess að það sem við nefnilega fengum á blaðinu, það stóð sem að við ættum að yrkja harmoníkuleikara og aðra tónlistamenn og mér fannst þetta allt svo erfitt. Því þegar við fáum forsendur rangar, þá finnst mér erfitt að semja enn. Því þetta eru helvíti ólíkir hópar, harmoníkarar og tónlistamenn. Og næsta yrkisefni það hvað getið þið sagt okkur mannslíkamann. Varla ég líkur legg og ljóst mínu vinum að þeir sem hafa skalla og skegg skara fram úr hinum. Mannslíkaminn. Það hvarflar nú að mér af því að Friðrik talar svo fallega sjálfan sig. Eins og að mörgum Mývatnssveinum má hafa Friðriki einhver not, sjálfsagt sem loftbelg ef svolítið reynum, eða Zodiac-bát ef að kemst hann á flot. Verðst ekki að blanda efnunum saman hérna? Höfuðherða hné og tær, allt nema milli nafla og hnés, var það ekki? Jú. Já, það ekki verra en hann til. Við nautnarlegum nafla ég vara og neyðalegt því æsist leikur að nú má ekki neðar fara því nú Kristján og smekkur. Þetta finnst mér fráleitt plan og fer því lítið eftir því. Þú skilur alltaf út undan eitthvað sem varið í. Konu ég áðan í salnum sá, sem að mér fannst ég þekkja. Einhverja mjög hún minnti á, en minni var kannski að blekkja. Því andliti hafði ég aldrei séð.
sem afbragðsfallegt hún var þó með. Kostulegt þetta kalla má því kunnuleg brjóstin og maginn. Svo mundi ég það, maður já, ég mætti nú gervörðudaginn. En svo voru náttúrulega geirvörturnar þarna. Það var verið að vekja athygli á einhverju málefni, var það ekki, þegar þeir voru að þessu? Jú. Þær létu glitta í litlu sætu hnoðin og liðuðust þar eins og síldartorfa. Ég skildi reyndar ekki skilaboðin, en skemmti mig þess meira við að horfa. Geirvörtu frelsið geðveikt og ykt. Ég Guð bið það muni eigi réna, því eftir það bara ekkert líkt hvað auðvelt að koma svo spenna. Og ég var að hugsa svolítið þessar konur sem að gengu þarna fram með góðu fordæmi. Þær eiga sér fína og fallega sál og flíka jú því sem þykir þeim best. Og mér finnst það vera hið fínasta mál að frelsa þig bara sem allra mest. En ég nefnilega held að hann á eftir að fletta hérna eitthvað meira. En hér skal enda okkar raus og ekkert segja fleira, þó að einhver þöngulhaust ekki sketa meira. Já, það er lokavísa. Okkar gaman enda fyrr, út ég stekk að bragði, lítið var en lokið líkt og Kerling sagði. Víst var það ágætt að vera hér saman. Ég vona þið áfram brosið hress. Mér þótti að vera hér þó nokkuð gaman og þar til næst segi ég takk og bless. Nú, þá held ég okkur sé ekkert af vanbúnaði að breiða okkur yfir. Nú, þar fer þessa dagana fram landsmót öldunga í Blaki og það eru hvorki fleiri né færri en það bil 1000 manns sem sækja þetta mót. Og að sjálfsögðu eru allir gististaðir í Neskaupstað og nærsveitum löngu uppbókaðir. Nú, það má segja að Blakið eigi rætur á Akureyri. Samkvæmt mínum heimildum var fyrsta Blakmótið haldið á Akureyri 1936 ef ég fer rétt með. Og Hermann Stefánsson sem í áratugi kenndi Blak hérna við menntaskólan, hann mun hafa átt stóran þátt í að innleiða Blakið, kendi íþróttina nemendur sínum og þessi nemendur að námi loknu fóru síðan vítt og breitt landið og hófu að innleiða Blak í sinni heimabyggð, fengu heimamenn með sér. Nú, þeir í Neskaupstað voru mjög duglegir við þetta og þar hjá Þrótti hefur löngum verið mjög öflug Blakdeild. Það sést nú best á því til dæmis að konurnar þar hafa margsinnis orðið Íslandsmeistarar í Blaki. Nú, það fer því vel á því að halda landsmót öldunga í Neskaupstað. Já, þetta er þriðja árið sem að mótið hérna þriðja skipti sem að mótið hérna úr austan. Það var 99 og svo 2003 og svo núna. Þá voru töluvert færri lið. Það var gríðarleg aukning í seinna skipti sem var 2003. Þá voru 80 lið og núna höfum við 133 lið sem gefa okkur svona það bil 1000 manns. Nú, þeir hafa, í heilt ár verið að undirbúa mótið. Þeir sóttu til dæmis stóra Blakvelli eða uppblásin íþróttahús til útlanda, keyptu 3 slík hús til landsins sem kostar hvorki meira né minna en 10 milljónir króna. Já, vel. Þessar tjaldhugmyndir fæddust nú svona í kringu 2012, þannig að þær eru búin að vera lengi í burðarliðnum. En undirbúningur í öðrum hlutum hafa verið í gangi síðan bara fyrir ári síðan. Við byrjuðum nánast bara þegar við fengum mótið að setja allt í gang. Það er mjög mikil vinna síðan í haust. Það eru 2 tjöld sem eru með 2 Blakvöllum í og 1 tjald sem er jafnstórt og íþróttahúsið okkar.
og það eru 3 vellir í hvoru húsi, þannig að við spilum alls á 10 blakvöllum. En Kári, hann var ekki alveg sammála þessum aðgerðum. Hann blés þegar verið var að blása upp stóra húsið og það munaði minnstu að það hreinlega hyrfi upp í himinin. En þá var bara að grípa í plan B. Ákveðið var að nýta hús í nágrannabyggðum, aðallega var farið í stóra húsið í Reyðarfirði, en það hús er stórt og óeinangrað, óupphitað, stundum meira að segja kallað Flaggahöllin, þannig að það þurfti að blása íþróttavellina upp þar inni til þess að hægt yrði að koma upp nothæfum flaggvöllum. Það fauk tjaldið meðan við vorum að blása það upp og sem betur fer þá slasaðist enginn og svona menn komist hjá þessu með smá skrámur. En allt gekk þetta eftir og mótið hófst nákvæmlega klukkan 8 í morgun. Fyrsti leikur í öllum húsum, þannig að þá verður blásið til leiks. Mótslit eru 3 á laugardag og það er spilað í það bil 12 tíma á hverjum velli. Nema íþróttahúsinu, það verður hætt þar hádegi á laugardag og breytt íþróttahúsinu í skemmtistað. Það er búið að vera mjög mikið og gott sjálfboðaliða starf. Við eigum bara gott bakland í Blakdeild Þróttar og það er bara gengið vel sko. Og þetta eru ótal manna stundir sem hafa farið í þetta. Nú eins og fram hefur komið þá hafa Þróttaramenn lagt hreinlega nótt við dag undanfarna sólarhringa við að gera allt klárt fyrir mótið. Nú þá spyr maður sig, kemur þetta ekki niður á getu Þróttara þegar á völlin kemur? Geta þá eitthvað í blakkinu? Það á eftir að koma í ljós bara á laugardag, hvernig menn koma undan þessari vinnutörn. Hún er búin að vera löng og örugglega margir sem áttu andvökunótt eftir fok gærdagsins. Ég held ekki, við erum bara góðir blaki og heldum því bara áfram.